Ágúst, það er einhverju spáð, hvað, 9. sæti í þessari formúlegu spá? Hvað viltu segja um það? Við ætlum að reyna að gera aðeins betur. Þannig að það er bara svo sem alltaf hefur að spá 9. sæti. Það er aðeins betur en okkur spáði í fyrra og okkur spáði fall í fyrra. Við gerðum aðeins betur og við ætlum að reyna að gera betur í vetur en í fyrra. Í fyrra voruð þið svolítið liðið sem var svolítið mikið næstu því. Þið töpuðu leikjum alveg í lokin. Þið búin að bæta við leikmönnum og bara mentali til þess að gera betur en það á þeim velli? Já, ég held að síðasta ár hafi reynst okkur mjög vel. Það er náttúrulega mikið að strákum í liðinu sem voru að spila fyrsta tímabilið sitt í því hlutverki sem það voru í. Þannig að við búum að því og nýttum sumarið vel og við höfum æft vel og margir í liðinu búin að bæta sér mikið. Þannig að ég hef trúið því að við séum búin að bæta þessa þætti en það kemur nú bara ljós síðan. Þetta er búið að vera langt sumar, undirbúningstímabilið er alltaf langt og mikið af breytingum. Er mann ekki orðnir ansi spenntir núna þetta frá stað? Jó, ég er að viðurkenna það. Ég er bara dálítið langt síðan ég hef verið svona spenntur fyrir tímabilið. Það er náttúrulega mikið breytingar með erlenda leikmenn en það er erfitt að spá. Þessi spá hún getur rauninni, oft er spáin svona nokkuð líkt því sem gerist en ég held að þessi spá gæti rauninni umturnast. Maður er búin að heyra það núna þegar að liðir ætla að fara að bæta við þessi leikmönnum og tímabilið eins og hafið. Þeir semst að bæta við þessi enn fleirum erlendu leikmönnum. Þannig að það má alveg búast í því að liðin bæti við sig fleiri leikmönnum og skipt út leikmönnum. Þannig að þetta verður svona, gæti ég trúa, dálítið sérstakt tímabil en mjög spennandi tímabil framöndan. Leikmannahópurinn hjá þér, hvernig staðan á honum meiðslalega og leikmannlega? Við erum með bara rosalega flotta breytni eins og við höfum haft, eins og höfum á síðasta tímabili og það hjálpaði okkur mjög mikið. Við erum að glíma við svona smá meiðsli. Það eru nokkrir leikmenn í smá meiðsli en það er samt engin það alvarlega að þeir séu að fara að missa einhverja marga leiki. Flott.